Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að tala aðeins meira íþróttir, tölum hlaup hérna áðan en nú ætlum við að tala brasilískt jiu-jitsu eða brasilíska glímu. Hingað til mín kominn Tómas Pálsson, ertu hjartanlega velkominn. Takk fyrir það. Við byrjum bara á fyrir þá sem ekki þekkja til þessar íþróttar. Hvernig íþrótt er þetta? Þetta fyrst og fremst sjálfsvarnar íþrótt sem snýst það að yfirbúa andstæðing stjórnunum og læsan eða hengjan fá til að gefast upp sem sagt með lás eða hengingu. Já, akkurat. Og mér svolítið merkilegt þú ert að kenna og þjálfa fólk í þessari list Jú, svo víst. Að fólk getur byrjað í þessu á öllum aldri. Já, það mikið rétt Við erum yngsti til dæmis í fullorðna hópnum hjá okkur 16 ára og svo elsti að verða kringum 50. Já, einmitt. Þannig að það er engin takmörk. Engin takmörk, bara skilja eigu eftir heima og það er nokkuð safe. Einmitt. Og þetta þú ert ekkert að vera komin í eitthvað brjálað form áður en þú byrjar að æfa. Alls ekki. Þessi íþrótt hjálpar þér að koma í virkilega gott form. Bæði að brenna mikla kaloríum og styrkja þig, vera liðugri, hreyfanlegri. Já, þetta er svona, það græða allir. Það græða allir á þessu, það er bara svoleiðis. Einmitt. Og þú náttúrulega náð ansi langt bara því að þú ert með svarta belti með til hamingju með þennan árangur. Takk hérlega fyrir það. Hvernig kviknaði áhugi þinn á íþróttinni? Vá, þetta er örugglega hægt að rekja til síðan 2010 sem að byrja að fylgjast með Gunnar Nelson vera að berjast í búri. Já. Og maður sá hann alltaf vera að klára andstæðingarna sína með hengingu Ég skildi þetta ekki alveg almennilega þá á þessum tíma og það er ekkert fyrir en 2013 sem ég bara á leið í ræktina að ég labba fram hjá klubb sem var á Akureyri og ég sé þar 2 fullorðna menn í náttsloppum vera að glíma við hvort annan og þeir voru að reyna að yfirbuga hvort annan en það sem ég tók eftir þeir voru brosandi og hlæjandi allan tíman. Það er það sem var svo merkilegt Já. Og strax kom þessi hugsun í hausinn minn að þetta væri eitthvað sem ég ætti að vera að gera, ekki eitthvað sem ég langaði að prófa en það var svona meira inn í hjarta mitt og svona þú átt að vera að gera þetta. Já. Skrítið tilfinning Það er mjög merkilegt. Og svo bara fyrsta sem ég gerði var að skrá mig á námskeið og það var ekkert aftur snúið síðan. Nei, og svo bara á hverjum degi, bara pæla og reyna að vera betri, 1% betri með hverjum degi. Já. Svo allt í einu bara 8 ár liðin og þú komið þið með fyrirtæki í kringum þetta og þú að þjálfa og Já, mikið rétt. Árið síðan stofnuðum við Atlantic Jiu-Jitsu á Akureyri og keyptum flotta dýnur og gerðum þetta bara svolítið próf. Já. Og núna loksins erum við að sjá þetta stækka á dafna. Einmitt. Og þessi svona nýliðun og er það ekki bara líka, gleðin og þetta sem fylgir sem þú lýstir því þegar þú sást þetta fyrst þannig að þeir voru að hlæja á Já. Actually þið voru að slást en það hefur gaman að því, Þetta er ekki, það var ekki eins og, maður sér það í boxi, þeir eru að kýla hvort annan, það er aldrei gott að vera kýldur og maður sér ekki kannski boxar vera hlæjandi og brosandi á meðan þeir eru að sparra, Nei. En þetta var öðruvísi, þetta var, Já. Þetta átti við mig strax, ég sá það. Þannig að það er væntanlega það sem dregur fólk að þessu að þetta er bæði náttúrulega ávinningurinn þessi svona líkamlegi þú kemst í gott form og lærir þessa tækni og svona en svo er þetta bara skemmtilegt líka. Sérstaklega það, þetta er skemmtilegt og þú ert að læra tækni. Þegar þú ert í ræktinni, þú ert að byggja upp vöðva og styrk, það getur allt saman horfið eftir ef viðheldur því ekki, En skills er eitthvað sem situr alltaf eftir. Já. Þú ert með tækni sem situr eftir. Já. Og það sem er svo miklu meira heldur en ræktin til dæmis. Já. Og er þetta þannig, mörg svona brögð, maður sér oft, fólk sem kannski ekki í sama þyngdarflokki eitthvað en samt kannski getur minni aðilinn sigraði tæknin betri, er það ekki svoleiðis? Upphaflega er það þannig, þetta er sport sem var hannað fyrir litla manninn til að yfirbuga stærri manninn með vogarafl og nota þyngdarafl gegn manneskjunni sjálf og nota í raun bara
styrkin á manneskjunni gegn honum sjálfum. Já, Þannig já, einhver reynir að æða í þig, þú frekar, þú veist, einhver reynir að ýta þig, þú togar hann frekar í staðan fyrir að ýta á móti þér. Já, Þetta er já, svona- akkurat. Þannig að það er svona sniðugt upp á það líka. Virkilega svo, Já, virkilega. og hvernig, sko, fyrir þá sem að sitja heim í stofu núna og hefur kannski kviknað áhugi við að heyra þessar lýsingar, hvernig ber fólk sig að við að mæta á, eða þið langar að prófa? Ef langar að prófa, þá erum við að byrja með grunnnámskeið núna í september. Já. Þannig að finna okkur á Instagram og Facebook og fylgist með. Já, en bara leita Atlantic og... Ef þið hafi virkilega áhuga að koma og sjá hvernig þetta virkar fyrir sig, þá er ykkur alltaf velkomið að koma og droppa við á æfingu og fylgjast með. Fylgjast með, já, einmitt. Eða það sem við erum með líka 2 sinnum í viku kallast Open Mat. Já. Það er bara svona opin gryfja, þar sem menn eru bara að koma og hittast og deila viskunni sinni eða bara whatever. Fá sér kaffibolla, hittast. Einmitt. Sumir glíma, aðrir gera tækni. Já. Aðrir gera kannski arbeir út í horni. Já, sko. það er bara smekksatriði. Smekksatriði hvað menn gera Open Mat. Já. En alltaf velkomið fyrir utanaðkomandi að koma og sjá hvað er að gerast. Já, og svo þá grunnnámskeið í september. Já, mikið rétt. Þannig að fólk leitar þá bæntanlega bara Atlantic Akureyri á samfélagsmiðlum. Mikið rétt. Já, þá er þetta að fylgjast að gera það bara og fylgjast með starfinu. Já. Verður veturinn þéttur? Verða margar, þú veist, eru margir svona mismunandi flokkar og svona, hvernig verður þetta hjá okkur? Sko, við erum með börn og unglinga frá 10 til 15, svo erum við fullorðna, við erum með grunnnámskeið, við erum með byrjundatíma líka, þannig að það verður eitthvað í boði fyrir alla. Já. Við erum komin á þennan stað núna að við erum orðin svolítið mörg á æfingu, þannig ég þarf svolítið að fara að kötta hópinn niður í 2. Byrjendur og lengra komna. Þannig að allir fá örvun út úr æfingunni. Og já, allir fái sem mest út úr hverja æfingu fyrir sig. Algjörlega. Já. Og hvernig gerist það svo að maður fái svartbelti? Er það bara... Bara halda áfram að grænda og mæta og ef þú vilt flýta fyrir þá hjálpar það rosalega mikið að keppa í þessari íþrótt. Já. Og þjálfa. Hjálpar þar líka að vera betri. En þú varst nú ekki eini svartbeltingurinn hérna fyrir norðan daginn því að þeir Nei, það er rétt. Komu nokkrir til viðbótar, ekki satt? Það er rétt, þeir voru 3 þarna, Gunnar Nelson, Halldór Logi og Kristján Helgi og gerðu sér allir ferð norður til að gráða mig. Já, og það hlýtur að vera svolítið magnað að þeir hafi gert sér ferð á þessa uppskýrhátíð. Já, og satt að segja var þetta besti dagur lífs míns að fá þetta upp í hendurnar og í raun að fá viðurkenningu frá Gunna og fá bara útborgað eftir 8 ára vinnu að einhverju. Já, að fá þetta í hendurnar og þetta glæsilega belti. Já, þetta er fallegt belti, sko. Þetta er náttúrulega samt sem áður, þetta er ekki nein endastöð, þetta er bara... Þetta er alls ekki endastöð núna. Þetta er bara svona varða á leiðinni, ekki sant? Í raun að fá svartbelti þýðir bara að ferðalagið er að byrja núna. Þú ert komið með vitund til þess að læra meira og kenna öðrum, sko. Já, einmitt. Þetta er glæsilegt, sko. Ég ekkert vissum að ég skili þessu. Þetta er frábært. Til hamingju með þetta. Takk hérlega fyrir það. Við hvetjum þetta bara alla sem hafa áhuga á því að kynna sér þetta betur, að koma annað á grunnnámskeið í september eða kíkja á okkur, en allavega fylgja Atlantic á samfélagsmiðlum. Alveg hiklaust. Bara kærar þakkir fyrir að koma inn í þáttinn og segja mér frá þessu. Takk hérlega fyrir að hafa með hana. Bara mín ánægð. Takk. Takk fyrir.